sem viðtalsþáttur Þórhalls Gunnarssonar. Elín Ebba Ásmundsdóttir, einn af stofnendum hlutverkaseturs og iðjuþjálfi. Velkomin. Takk. Við ætlum hérna á eftir að heyra frásagnir 3 einstaklinga sem hafa gengið í gegnum alvarlega geðraskanir og hvernig þeir hafa síðan tekist á við veikindi sín með ólíkum hætti. Og hjá einum viðmælanda okkar þá byrjaði þetta sem ástarsorg, annar lenti í alvarlegu einelti á unglingsárum og svo þriði einangraðust frá vinum eftir að hafa greinst með kvíða og þunglyndi. Og þú hefur nú starfað lengi í þessum geðheilbrigðisgeira. Mér langaði bara að spyrja þig fyrst, af því að það þekkja flestir svona tímabundið ástand þunglyndis og depurðar og getum við brugðist fyrr við áður en þetta verður að langvarandi sjúkdómi eins og oft gerist? Já, það er nefnilega mjög mikilvægt að tjá sig við einhvern hvernig maður líður og það sem fólk oft feilar á er að byrgja þetta inni af því það heldur að þetta sé óeðlilegt eða þetta sé ekki viðeigandi vegna þess að við erum öll með einhver svona leyndamál hérna inn í okkur, svona okkur finnst eða við höfum gert eitthvað rangt eða mist virðingun eða gert eitthvað og þá velja sumur að þú veist tala ekki það. En leiðin er að byrja að tala við einhvern. Þess vegna er vinur gulls í gildi að hafa einhvern sem maður getur tala við og veit að það hafnar mann ekki. En manni virðist og ekki síst kannski að þessum viðtölum sem við heyrum á eftir að það sé ótti við höfnun, lágt sjálfsmat, að þetta er hlutir jafnvel sem að tryggur í þessa sjúkdóma. Já sko, ef það er eitthvað sem að sko við ráðum ekki við, að þá oft sko minnkar sjálfstraustið. Þess vegna er svo mikilvægt að hafa ákveðin sko grunna sjálfstrausti til að takast á við erfiðleika. Þannig að ég er mjög upptekin af því að við byrjum alveg frá bæðingu með að barn er lítið, að við byrjum að hugsa hvernig get ég erft sjálfstraust þessa einstaklings. Og barn byrjar að gráta og það er stjórnunartæki og ef það upplifir að grátur í leið ekki til neins, þá erum við að búa til einstakling sem hefur mjög litla trú á eigin áhrifamátt. Þannig að þú vilt frekar ýta undir að taka undir kröfur barnanna sem mest til að styrkja sjálfstraust þeirra. Já, og þetta er náttúrulega alveg bara frá sko þú ert í leikskóla og þá byrjar að uppgötva hluti og krakkar eru svo fordómalausir. Þeir eru sko spyrja spurninga og það er allt mögulegt. En við byrjum sem umhverfi að láta þau vita hvað er viðeigandi og ekki viðeigandi. Svo að við byrjum mjög fljótt að móta þannig að auðvitað fæðist mismunandi sem einstaklingar með mismunandi styrkleika og veikleika og hvað við þolum mikið. En gott eintak getur verið eyðilagt með umhverfis áhrifum og sömuleiðis getur slæmt eintak sem eða svona innan gæsalappa getum við hjálpað að eflast. En horfum að þessa ástandi í dag, það er fólk, eða margir hafa orðið fyrir þungum áföllum og þetta er atvinnuleysi, ástvunamissir, skilnaðir, fjárhagsleg erfið staða. Þetta er líka hlutir sem að setja stað tímabundið ástand sem síðan getur orðið varanlegt. Já, og þar hefur við mikið að segja hvað við hefum upplifað áður og hvaða reynslu við höfum að hafa tekist á að leysa vandamál. Það er mjög, okkar velíðan og hvernig við erum byggist að ákvörðunartöku. Og þess vegna verðum við að taka ákvörðun og þeir sem eru ekki að taka ákvörðun, sem eru þarna, þú veist, það er ofboðslega slítandi og eyðileggjandi fyrir heilsuna. Svo maður verður að taka ákvörðun og maður verður líka að maður sér hindrun að ekki láta hindrunina stoppa sig. En útskýrðu það með ákvörðunna, hvers konar ákvörðun? Mannkynssagan er byggð á ákvörðunartöku. Og þess vegna líf einstaklinga, hún er oft byggð á ákvörðunartökun. Ef ég hefði ef. Þess vegna verður maður að segja, ég tek ákvörðun og ég fylgi henni eftir. Og það þýðir ekki að gera ef því ég hef bara núið. Það er eina núna er augnablikið á milli okkar. Ég get eina sem ég hef áhrif á. En sko, fólk sem að tekur ekki ákvörðun, það er oft sko festist í það að tala illum aðra eða vera reitt. Það er því það er ekki búið að taka ákvörðun. Þannig að þú veist, ef að fólk er stendur einhver svona krossnum, takið ákvörðun. Og ef þið get ekki gert það sjálf, fáið aðstoð til þess að taka ákvörðun. En þarna erum við líka að tala svona,
ytri hluti sem að fólk mjög upptekið af og sem hefur áhrif einmitt á þessa líðan að eins og við töluðum stöðumissi eða breyttur status, breyttar efnahagslegar aðstæður að það vantar kannski eitthvað sjálfstraust til þess að horfast bara í augu við og segja þetta staða mín í dag og vinna út frá því. Þetta eitthvað sem að verður til út frá, hvernig við ölumst upp eða hvaða kröfur eru settar á okkur í samfélaginu? Já, þetta byrjar náttúrulega mikið, skólinn mikið mótunaraðili, hvernig við mótust og hann ákveður hvað gildið, verðgildi og verðgildi okkar hefur mikið verið í því að vera góður í starffræði, góður að lesa eða eitthvað svona. En ég hefði viljað núna nota tækifærið í svona kreppuástandi að breyta bara viltadóldið og breyta. Skólinn á að vera stofnun eða umhverfi sem í því að finna hæfileika nemandana. Hvar eru hæfileikarnir? Hvað þú góður í? Og styðja undir það. Og ef að til dæmis að staðan þannig að stór hluti að nemendum að detta út menntaskóla, þá eitthvað að þar vegna þess að skólinn á að vera eitthvað sem þú sækist í til að efla sjálfstraustið. Og við erum líka sætt okkur við að við erum mismunandi og öll þessi greiningar og allt þetta heilbrigðiskerfi og svona, það alltaf að taka einstaklingin út og finna veikleika hans og greina og meta og gera eitthvað við. Þú snúðu svo við og bara leita eftir styrkleikum hvers og eins. Já, ég vil ekki, við verðum að hafa pínlítið gamla kerfum líka, það ekki allt ónýtt. En ég vil svona að hugsunin snúist við. Já, að við hugsun dálítið eftir styrkleikum og við líka ef eitthvað öðruvísi, þá gerir þetta öðruvísi verið í rauninni verðgildi sem á eftir að hjálpa þér í framtíðinu og við þekkjum marga einstaklinga sem hafa verið öðruvísi og hafa í rauninni átt erfileikum þegar þeir voru sem úlingar en þetta öðruvísi hefur svo verið þeirra aðal vörumerki. Páll Óskar, Björk, ég meina Já, góð dæmi, fólk sem hefur svona eða farið í gegnum það að vera öðruvísi og þroskast með því og staðið með sjálfur sér. Við ætlum að heyra hans í ungri konu, Auðnu Oddsdóttur. Hún á unglingsárum byrjaði að einangrast einmitt frá vinum sínum og í framhaldinu þá veiktist hún alvarlega. Skulum heyra hvað hún hefur að segja. Á unglingsárunum þá kemst ég fer að reykja hass og greinist eftir það með kvíðasjúkdóm og upplifði við það að greinast með kvíðasjúkdóm svolítið höfnun frá vinum mínum. Svona, ég var hunsuð og ýmislegt. 27 ára aldurinn þá fer ég í geðrof. Hvað það? Það þá sér maður eitthvað sem ekki, maður sér kannski fólk og heyrir í þeim og að tala við eitthvað fólk sem ekki til. Lýstu þið hans fyrir mér? Það ég sá til dæmis gamla stjórnmálamenn frá Ameríku, Abraham Lincoln og var í fullum samræðum við þetta fólk og þeir voru allir aðstofa mig með eitthvað sem ég ætlaði að klára. Fannst ég hafa fengið köllun. Ég var hætt að vinna og var bara inn á herberginu mínu og hékk þar og gerði ekki neitt. Reykti sígarettur og drakk kaffi og smátt þá fer geðrofsástandið í gang. Deildur þessu með einhverjum öðrum? Ég sagði engum frá hvernig mér leið því að ég skammaðist mín fyrir þetta. En fjölskylda mín varð við eitthvað að það var eitthvað undarlegt á seiði og fór með mig í þessu geðrofsástandi sem var búið að vara í nokkra mánuði upp á geðdeild. Og þar fékk ég lyf og fór strax að líða betur eftir 6 vikur
Og það vil ég líka þakka góðu viðmóti fólksins sem að vinnur á geðdeild. Ég var líka ekki hrædd við að leggja allt á borðið, allt sem ég var í vandræði með. Og bara þáði hjálp. Ég fékk stuðning til þess að fara að klára framhaldsskólann og var að byrja upp í háskóla núna. Og þetta hefði ég ekki getað gert nema með stuðningi frá öllu þessu fólki. Hún finnur fyrir miklum fordómum bara strax í upphafi, fer í eiturlyfjaneyslu, einangrast, en síðan leggur hún öll spilin á borðið og þiggur alla hjálp. Hún fer ekki ennum dálítið merkilegt ferli, en hún vinnur dálítið merkilega batanum líka. Já. En hún tekur þarna ákvörðun að leita sér hjálpar upphaflega og svo ákvörðun leiðir til höfnunar sem svo ræðst á hennar sjálfsmynd að því að hluta af því að líða vel að eiga stuðningsnet og ef að stuðningsneti hrynur þá sama í rauninni hvaða hjálp þú færið ef þú átt ekki einhverja í kringum þú ert ekki þátttakandi og hann lýsir líka að hún algjörlega ein og einangrið, reykir og drekkur kaffi og hún hefur ekkert fyrir stafn og auðvitað bara eðlilegt að það fara að koma einhverja raddir innan með þér. Það einhvern sem hún getur talað við, hún notaði raddirnar til þess að það geti stutt hana. Og það líka marga kenningar sem snúa því að raddir þurfa ekki endilega að vera vísbending einhvern sjúkdóm, að það líka, við erum þannig gerð að við notum það til að vernda sjálfsmyndina ef að lífið svo ömurlegt. Og þér finnst þú vera algjörlega, á botninum. Auðvitað miklu betra þá bara breyta heiminum eða breyta þér, þú verður önnur persóna. Þetta snýst svo mikið ef við getum hugsað þetta út frá sjálfstraust og sjálfsmati og unnið með það. Og í staðan fyrir að reyna að taka kannski raddirnar, hún læra að lifa og læra að nota raddirnar og líka þetta með vinnumarkaðan. Af hverju getum við ekki hanskast betur með fólk sem öðruvísi og gefið tækifæri? Ég tel að við kemumst miklu lengra ef við tækjum samábyrgð á líðan fólks. Hvort sem það í fjölskyldunum, í vinahópnum og á vinnustaðnum og það myndi gefa okkur miklu meira árangur. Það ekkert eðlilegt að fjölgun öryrkjum hefur svolítið margfaldast. Af hverju stoppar enginn og segir býttu hvaða kerfi erum við búin að byggja upp? Þetta fungerar ekki þetta kerfi. Þessi fjölgun á öryrkjum, hver skýringin á því? Af því að bæði það að við erum farin að greina allt á marga, að þetta öðruvísi orðið eitthvað sem ekki orðið nógu gott. Við erum farin að leita á mikið þessari meðalmannesku og ég skal bara segja það Þórhallur, ef ég myndi fara til læknis og hann myndi skoða mig mjög vel, ég væri komið þó nokkuð marga greiningar. Ég myndi ekki komast í gegnum þetta net. Ég samþurði það að því ég með alls konar tilfinningar og hugsanir, ég bara veit alveg hvað að leita eftir, þannig ég leita ekki það uppi, Við erum að þröngva fólki inn í einhverja meðalmennsku og inn í einhverja svona, miðstýriða hugsun raunverulega. Já, og svo erum við líka í samt við vinnumarkaðan og skólan og annað slíkt. Þá gerum við ákveðnar kröfur hvað inn og hvað út og ef fólk dettur þar út, að þá það ekki nógu gott og þá koma þessir eigin fordómar hjá fólki. Að það, finnst ekki að það nái að standast kröfurnar. Þannig við verðum að breyta bæði skólakerfinu, hvernig við lítum á hvað í lagi og eins vinnumarkaðurinn bara stórt mál. Ef við getum breytt aðeins hugsun þar, allir sé ekki eins, 84, 8-12. En talandi skóla, Jón Ari Arason, hann var fyrir einelti í skóla. Svo í kjölfarið, þá einangraðast hann bara hreinlega lokaði sig af og svo aðeins heyra bæði hvernig hann lýsir aðstæðum sínum og síðan bataferlinu. Okay. Þetta byrjar allt sem sagt við 17 ára aldurinn, menntaskóla. Ég varð fyrir það ekkert annað orðið yfir heldur en einelti þar og það náttúrulega hafði ekki góð áhrif á mig þannig að ég lokaði mig ennþá meira af og sem endaði með því að ég bara datt út úr öllu kerfinu, skólakerfinu og vinnu. Gerði reyndar ítrekað tilraunir til þess að komast aftur inn, aftur í skóla, prófa vinnu, en það endaði alltaf á sama veg. Ég náttúrulega reyndi að réttlæta einangrunum fyrir sjálfum mér og það var, ég hefði bara betur svona, mér líður vel einn en það var í rauninni bara vitleysa, bara sjálfsblekking og veit ekki alveg hvernig á að lýsa en þetta, fór út í það að ég var bara heim í tölvunni og
til dæmis ég bjó hjá mömmu minni á þeim tíma og hún alltaf vissi ekkert hvað hún átti að gera sko, þannig í rauninni þá fékk ég kannski komast upp með að vera bara heima sko, allt og lengi sko. En það náttúrulega kerfið sjálf líka sko, það var verið að fara með mig í viðtöl við lækna og félagsráðgjafa og sálfræðinga. Ég held að þeir hafa bara ekki áttað sig á því að það þyrfti að grípa meira inn í sko. Ég lenti inn á geðdeild sem sagt fyrir svona rúmlega 11 árum og þar inni, þar tók ég bara ákvörðun sko, að þetta væri botninn sem sagt. Nú þyrfti bara fara í það sem gera þyrfti bara og klára það og ég fór sem sagt á hvítabandið sem á Skólavörðustíg og það var svona eftir meðferð dagdeild nokkurs konar og þar var sem sagt svona öðruvísi vinna í gangi. Það var ekkert verið að, þú veist, ýta undir valdaleysi sem ég fann fyrir. Var engin forræðishyggja, það var bara, og maður fékk verðug verkefni, eitthvað sem reyndi á mann og þar fer ég svona uppgötva að ég hef ýmsa hæfileika sko. Og ég hafði aldrei bara trúað því fyrirfram að ég gæti mögulega haft einhverja hæfileika. Fyrsta skrefið er bara að taka lítið skref, bara út, göngutúr og bara prófa sig áfram. Og ef maður á góðan vin, fara í bíltúr, bara eitthvað sko. Bara mjaka sér áfram og þetta er hægt sko. Og ég upplifa það núna, ég er að vinna í iðjuþjálfun á Landspítalanum og það sem sagt geðendurhæfing og þar eru skjólstæðingar sem finnst eins og við starfsfólki sem er allt á hreinu sko. Það er allt bara pottþétt. Það er engan veginn þannig, við erum oft í vandræðum og það er kvíði og stress og alls konar vesen en þetta er bara ég get ekki séð það sko, eins og ég gat ekki séð það. Þarna fékk hann verðug verkefni og hann uppgötvaði hæfileika sem hann hefði ekki trúað að hann byggi yfir. Þetta er lykillinn. Já, en þarna var sorglegt að það skildi ekki hafa gerst í skólanum sko. En þarna er skólaumhverfi að hann er örugglega einhvern hátt öðruvísi og er strítt fyrir það og þarna sér maður hvað við manneskjurnar getum haft mikil áhrif bæði til þess að brjóta niður fólk og byggja upp og það er engin töfrapilla fyrir svoleiðis sem að kerfið okkar hefur verið að auglýsa ef við bara greinum þið nógu vel, finnum rétta sjúkdómsgreininguna, gefið þið ákveðin efni, þá bara verður þú heppileg ever eftir. Það sem hann er að segja er það er ekki þannig. En erum við þá ekki að tala bara greinum hæfileika hvers og eins, greinum getu hvers og eins og virðum það. Jú, höfum hitt aðeins með, ég vil ekki að það sé miskilið, en förum við meira að fókusera á sko, styrkleika og hvað fólk getur gert og eins það sem hann talar verðug verkefni, þar sem maður uppkvettar hvaða hæfileika maður hefur og nú er hann þáttakandi í samfélaginu, hann er að vinna og hann talar hann er að vinna með einhverjum sem er styttra komni því að félagsfælin er ekkert farin og kvíðin er ekkert farin. En þeir sem hann er að vinna með sem eru styttara komni, þeir halda starfsfólki sem er alltaf á hreinu, sem er ekki, og það segir okkur líka, akkur deilum við ekki meira þetta óöryggi sem við höfum, akkur þorum við ekki að deila að við erum öll óörygg. Og ég var líka þessum sko mamman sem að sér hann vera að fara inn í tölvuna, því ég veit að margir foreldrar eru núna að, sko þegar er mikið atvinnuleysi og krakkarnir fá ekki vinnu, að þau veit ekki alveg hvað það er að gera en kerfið okkar það bregst ekki við fyrir en allt er komið í óefni. Þú verður eiginlega að vera hættulegur sjálfur og öðrum til að fá innlögn en þú veist, fólk sem er á þunglynd, það kemur ekki, það er ekki hægt að segja það er bara að ganga. Þarna geta komið eins og hann tala vini að fara í bíltúr, að viniðin komi og þegar mann líður illa, þá nefnilega vermaði sig og kemur dálítið hroka. Þannig ég bið fólk ekki láta hroka platikur, ekki láta platikur einhver segir nei, ég er ekki tilbúin að koma núna, nei, ég er að fara að gera eitthvað aftur. Hringið alltaf, hverju þriðjudegi eða þetta. Spurðið, komið í sund, eigum að taka okkur körfubolta, ekki gefast upp. En það er þessi naflaskoðun líka sem hann talar þar sem hann brýtur sig smátt og smátt niður sjálfur. Hann sko, þessi vanmetakennd, allir að fylgjast með honum, hann er svo mikil áhyggjur á því að honum verði á og allir taki eftir því og þetta er kannski svo ríkt í fólki einmitt að brjóta sig niður. Kannski af því að það hefur ekki verið kennt einmitt að byggja sig upp eða
Þarna finnst mér líka sko bæði foreldrar og skólakerfi, þarna höfum við ýmislegt sem við getum gert miklu betur. Það að deila aðeins tilfinningum sem eru neikvæðar. Til þess að spegla sig í býtu, er þetta rétt hugsun eða er ég á réttri leið? Því þá fáum við að heyra, nei, þetta allt í lagi, þú vinnur ekkert á hægt, þú vinnur mjög vel. Og þessna geta vinnufélagi líka að þeir geta sagt sko þetta með hrós. Sko þegar við erum komin nægt sjálfstraust þá þurfum við ekki hrós lengur, en það er sjálfgeft. Ég segi fyrir mig, mér finnst ég með þokkalegt sjálfstraust á sumum sviðum, en ég fæ alltaf sæta tilfinningu og einhver hrósa mér. Þú þarft alveg jafn mikið á því að halda allir öðrum. Já, og ef að maðurinn minn tekur ekki eftir mig lengi eitthvað svona, þá er sem, þú veist, hvað er nú? Þú veist, en þá byrja ég ofta að hugsa, sko, í staðan fyrir að ég fái það sem ég þarf, þá get ég prófað að hrósa. Af því það fær mér það margfalt tilbaka aftur, þannig að maður getur líka að hugsa ef mér skortir eitthvað og mér vantar eitthvað í samskiptum, þá skal ég prófa að gera við aðra. Þannig að ef mér vantar rosalega hrós, þá er ég kannski rosalega duglega að hrósa öðrum. Þá byrjar þú bara. Já, og það er það líka, þú veist, ef mann líður illa, því það er mörgum sem líður illa núna og finnst eins og þau ráðu ekki við þetta og þessi búið að missa hlutunum, sko, það er svo erfitt að koma á einhvern stað og biðja um hjálp. Maður getur líka komið á einhvern stað og sagt, get ég eitthvað lagt á mörkum? Það felst ákveðin hjálp í því. Já, af því að með þú ert að hjálpa öðrum, þá ertu nefnilega að hjálpa sjálfum þér og það og í svona, að því ég hef nú verið að gera rannsókn á hvað það hefur sko leitt þess að fólk nær árangri, það er náttúrulega þetta virkni og þáttaka, en þau segja að lykillinn hafi verið að geta látið gott að sér leiða og upplifa að maður sé hluti af samfélaginu og þeir sem hafa orðið fyrir svona áföllum, þeir eru með ákveðna reynslu sem er svo dýrmæt sem er ekkert að kenna í neinum bókum. Það er ekki hægt. Skulum hlusta á Ágústu Ísleifsdóttur. Hún er okkar þriði viðmælandi. Hún upplifði erfiða ástarsorg, 23 ára gömul. Svo í framhaldinu tók við eiturlauga neysla og síðan greindist hún með geðklofa og við skulum heyra hvað hún segir. Ég fann fyrst fyrir svona þunglindi þegar ég var 12 ára. En það lagaðist og ég var fín alveg þangað til ég var svona 23 ára. Þá var ég lasin út af ástarsorg og ég var lögð inn og var marga mánuði á spítalanum og ég hef aldrei náð mér upp sko síðan ég var þetta svona þunglind þá og síðan ég var 23 ára þá hef ég verið að misnota lyf, amfetamin, kók, lét hassi vera og mikið róandi lyfjum sem ég misnotaði. Síðan árið 2006 þá byrjaði ég að reykja hass og var alveg ofboðslega paranoíuð af hassinu. En svo eina nóttina vaknaði ég við það að ég var bara, ég held að systir mín væri í dáinu með hjartaáfall og fekk mikla ranghugmyndir og var bara alls ekki tengd. Og ég held alltaf að börnin mín væri að deyja og ég held að það væri mér að kenna að einhver rússneskur raðmorðingi gengi laus í Bandaríkjunum og ég svaf ekki og ég veit sko að hassið, kannski verið geðveiki undirliggjandi hjá mér, en ég held að hassið hafi sett það af stað, sko. Síðan fór ég niður í hlutverkasetur fyrir ári síðan og fyrstu svona 9 mánuðina fannst mér mjög erfitt að fara þangað. Vildi ekki fara, vildi bara vera heima, leið samt svo illa heima, ég gat ekki verið heima. En svo gerðist bara eitthvað fyrir 3 mánuðum síðan ég ákvað, ég hafði alltaf unnið að ég var alltaf á höttunum eftir róandi lyfjum. Þannig að ég var alltaf að ljúga læknunum líðanum mína. Og þá ákveði ég alltaf að nú ætla ég að hætta að vera að biðja róandi lyf. Og ég fór að vinna með lyfjunum. Í fyrsta skipti síðan ég bara var sett á lyf, fór að vinna með þeim. Og ég lagaðist alveg bara leið. Sko ég kynntist læknalyfjum fyrst 23 ára. Og mér leiði bara eins og ég hef dótt á henni bara konfektkassa. Ég bara sannfærði það að það voru eiturlyf sem gerðu mig svona geðveika. Ég er ekki ennþá farin að horfast í augu það að ég
hafi farið frá börnunum mínum að því ég var lasin. Mér fannst ég bara vera svo vond mamma. Sko, sá það þannig. Báðar, Auðna og Ágústa tala eiturlyf og síðan Ágústa reyndar læknadópið líka. En maður spyr samt sko orsök, hvað er afleiðing? Eru eiturlyfin afleiðing af veikindunum að deyfa þá niður kvíða, þunglyndi, vanlíðan? Sko, sem að síðan ýtir undir geðsjúkdóma? Sko, þegar við erum að fikta við eiturlyf, þá vitum við ekki hver okkar getur höndlað og hver ekki. Þannig að við erum í rauninni rússneskri rúllettu þegar við prófum. Sumir bara ánetjast mjög hratt. Og já, ég sannfærð það að hluta af orsökunum af geðveiki er fíknefni. En það er líka eins og þú talar sko að hún verður þarna fyrir ástarsorg og hún fer til læknis og hún talar vanlíðan og hún sett á róandi eða eitthvað og þar hún komin í konfettkassa. Skilur, hún strax. Þannig að við verðum núna að hjálpa læknunum okkar, heimilislæknunum og geðlæknunum og öllu þessu góða fólki. Þú hefði viljað að hún hefði fengið aðra meðhöndlun þá við ástarsorginni heldur en lyf. Hún átti að vinna úr þessari höfnun sem hún fékk. Og læknarnir verða að hafa eitthvað meiri í höndunum en lyfseðil. Við verðum að hafa staði sem eru að leita eftir styrkleikum ef að skólinn hefur brugðist þar. Eru svona virkni myndstöðvar sem að þú getur komið til að uppgöta hæfileika þína eða láti gott að því leiða. Skilur, við þurfum að hugsa, mér finnst að við höfum heilsugæslustöðvar að því okkur illt einhvers staðar til að fá hjálp, en við höfum alveg að hafa virkni myndstöðvar allt land. En lýstu aðeins fyrir mér þá drauma heilsugæslustöðinni? Já, þar eru þverfaglegur hópur, það alls konar fólk og líka fólk sem hefur reynslu. Við höfum líka virkað það með okkur. Og sérfræðingarnir verða aðeins að núna þeir hafa verið svona stalli en þeir hafa verið að selja okkur og þeir gæti verið með lausnar öllu. Við vitum núna að þeir eru ekki með það, annars væri ekki svona fjölgun öryrkjum. Það væri bara engin öryrki að vera að leysast. Og við þurfum að virkja fólk sem hefur reynslu á svona og það gæti verið tengt svo við erum með heilsugæslustöðina, við erum með þessa þjónustumiðstöð sem Reykjavíkurborg og það ætti að vera tengt hver sólstöð ætti að vera tengt virknimiðstöð. Þá væri kannski ekki svona fækkun hjá læknunum og við getum bara hjálpað þeim. Það eru fleiri aðilar núti sem hafa heilmikla þekkingu. Nú notar að hugtaki virknimiðstöð. Útskýrið bara virknimiðstöð. Hvað þýðir það? Já, við verðum öll á lífi okkar, þá þurfum við aðstoð annar að halda. Engin okkar er sjálfstæð. Ég sjálf er ekki sjálfstæð. Við erum alltaf að leggja svo mikið upp á því fólk sem sjálfstæð. Ég er háð manninu mínum og börnunum mínum og fjölskyldum mínum og vinum. Ég er ekkert ein. En mikið af þessum einstaklingum sem við erum að vinna með í heilbrigðiskerfinu er fólk sem oft hefur lítið stuðningsnet, er eitt með lágt sjálfsmat og það er ekki heilsugæslustöðina sem eru svara við því. Þess vegna þurfum við að hugsa heilsu á annan hátt heldur en gert. Og það getur líka verið að við erum, hefur mist vinnuna eða erum eitthvað illt í einhver staðar í kroppnum eða lítið sjálfsmat, þá á einmitt að vera ekkert mál að geta farið á svona virknumiðstöð til að athuga, get ég tekið þátt í einhverju hér meðan ég er ekki fullkomin á vinnumarkaðanum, hugsa allt eldra fólkið. Við setjum það á elliheimili. Mikið af þessu fólki er vel fungerandi og vill ekkert vera með gömlu fólki. Það var miklu meira kikk út í því að vera með ungu fólki og getur kennt. Unga fólki getur kennt, ég sá, það var hugmynd þar sem var sett saman elliheimili og barnaheimili. Og þau voru látin tengjast. Við erum líka arkitektar. Geta gert heilmikið í sambandi við hvar við tengjumst og hittumst. En þú raunverulega tala bara stórar félagsmiðstöðvar fyrir fólk þar sem allir geta komið, notið sín með einhverjum hætti, hvað sem er að leika sér eða komast í tölvur eða skrifa eða allt svona án þess að það sé einhver yfirvald eða miðstýring heldur að við komandi bara geti fundið sjálfan sig það. Og hérna er ekki geðsjúklingarnir, hérna er ekki aldrar, hérna er ekki unglingarnir, við erum að hólfa þetta, alls við erum búin að gera við heilbrigðiskerfi, hólfa þetta í einhverjum greiningum, við erum alltaf að setja fólk í kassa, en grunnurinn hjá okkur öllum er að við þörfnumst ástar og kærleika og við viljum vera þáttakandur og láta gott á okkur leiða. Það er það sem við þörfnumst. Segðum þetta bara eitt í lokin. Fólk sem að býr núna við einangrun og er bæði einmanna og er í litlum félagslegum samskiptum. Hvert getur það, fyrstu skrefin eru erfiðust að brjótast út úr þessu munstri? Vítarhring eins og þau kalla það öll. Ég held að þau hafi ekki burði sjálf að standa upp eða taka síman.
Ég held að verða að vera einhver vinur, nágranni, einhverju nærumhverfi sem tekur eftir því að einhver sé einn. Alveg eins og frænkana Ágústu, hún sagði henni frá Hlutverkasetri og fór með henni og Ágústa talaði að hún hefði liðið mjög illa fyrst. Þannig ef einhver fer með þér á svona stað, að þetta bara eins og fara með börnin í leikskóla, þú fer með þeim fyrstu vikuna. Við erum ekkert öðruvísi sem fullarnir einstaklingar og síðan það einstaklingurinn sem má ekki dæma og segja, já, það ekkert enginn sem tekur vel á móti mig hér, þetta alveg ömurlegt, ég get ekki tekið þátt í þessu, að gefa fólki tíma að tengjast. Og bara til að segja að því það hafi verið gerðar rannsóknir í samtíð við hvaða aðferðir áhrifaríkust, en þeir eru búin að komast að því að allar aðferðirnar eru jafn árangursríka, það engin munur á milli, það sem skiptir máli þessi tengsl fólks á milli og það getur verið sérfræðingur, en það getur líka verið vinkonaðinn eða nágranninn, að hann sjái þig sem einstakling með hæfileika og honum ekki sama þig og hvað verður þig. Við þurfum meira að fara að praktísera svona náungakærleik. Elín Ebba, þakka þér fyrir komuna, þú ert frábær. Ó, takk, heyrðu, ég bara... Að loknum 10 fréttum verður sýndur þáttur í nýrri sirpu úr breska sakamálaflokknum Dauðir rísa og endursýndur árekstur frá 5. degi.